Þá er komið að 7. lið á dagskrá starfsáætlun stefnuræðanefnda. Til máls tekur formaður velferðarráðs og bæjarfulltrúi Heimir Haraldsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Velferðarstefna Akureyrarbæjar grundvallast á 3 gildum: fagmennsku, virðingu og gagnsæi. Á þessum tímum sem við höfum verið að upplifa og sjáum ekki fyrir endan á, finnst mér þessi gildi hafa kristallast í öllum þeim störfum og í því starfsfólki sem heyrir undir velferðarráð. Mér finnst þrekvirki hafa verið unnið þar sem starfsfólk hefur aðlagað líf sitt að því starfi sem það sinnir og sett hagsmuni skjólstæðinga sinna framar sínum eigin. Fyrir þetta vil ég þakka og það er mín upplifun að íbúar Akureyrarbæjar búi við öflugt öryggisnet og þeir geti treyst á þegar á reynir og að starfsfólk hafi staðið sett álagspróf upp á 10. Velferðarráð vinnur samkvæmt velferðarstefnu Akureyrarbæjar og þeirri aðgerðaráætlun sem sviðin unnu út frá stefnunni. Ég mun gera grein fyrir hverju málaflokki fyrir sig sem heyra undir velferðarráð. Byrjum á fjölskyldusviðinu. Fjölskyldusvið veitir þjónustu samkvæmt lögum félagsþjónustu sveitarfélaga, barnaverndarlögum og lögum þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir. Tekið á móti og unnið úr umsóknum fjárhagsaðstoð, veitt félagsleg ráðgjöf og unnið að því að tryggja börnum viðunandi uppeldisskilyrði. Úrræðum beitt til verndar einstökum börnum þegar þess þörf og í þeim tilgangi að styrkja uppeldishlutverk fjölskyldunar. Sérþjónusta við fatlaða felst í ráðgjöf við fatlaða og fjölskyldna þeirra, meðal annars í formi stuðningsviðtala og samhæfingar á þjónustu og fræðslu. Tekið á móti umsóknum stuðningsfjölskyldu fyrir fötluð börn og mat lagt á umönnunarþörf. Umsjón félagslegra íbúða Akureyrarbæjar falla undir fjölskyldusvið og þar tekið á móti umsóknum íbúðir og sérstakan húsnæðisstuðning. Varðandi félagsþjónustuna að þar veitt margvísleg félagsleg ráðgjöf og geta ástæðuna meðal annars verið vegna fötlunar, öldrunar, áfengis- og vímuefnavanda, fjárhagserfiðleika, heimilisleysis, sambúðarslita, málefna barna og ungmenna, atvinnuleysis, innflytjenda og flóttafólks. Markmið félagslegra ráðgjafar alltaf að styðja fólk til sjálfshjálpar. Ýmsum úrræðum beitt til að ná því markmiði svo sem fjárhagsaðstoð, leiguhúsnæði sveitarfélagsins og með sérstökum húsnæðisstuðningi. Félagsþjónustan tekur þátt í margs konar verkefnum og samstarfi þvert á stofnanir. Má þar nefna þátttöku í stofnun Bjarmahlíðar sem miðstöð fyrir þolendur ofbeldis en Bjarmahlíð leggur áherslu á þverfaglega samvinnu í þjónustu sinni við brotaþola. Einnig má nefna Aflið sem félagsþjónustan á í mjög góðu samstarfi við einstök mál. Og við víkjum þá að fjárhagsaðstoðinni þar undir. Útgjöld til fjárhagsaðstoðar hækkuðu talsvert á milli áranna 2018 og 2019. Heildar útgjöldin voru rúmlega 153 milljónir á móti 119 árið 2018 sem 34 milljón króna hækkun. Viðtakendur fjárhagsaðstoðar voru einu fleiri eða 319 á móti 318 ári áður. Ástæða hækkunarinnar svo að við hækkuðum fjárhagsaðstoðina með breyttum reglum en það gekk í gegn í mars á síðasta ári. Hlutfall þeirra sem fengu fjárhagsaðstoð 2019 undir 2% af íbúafjölda sveitarfélagsins sem óbreytt frá fyrra ári eða 1,68%. Eins og á síðasta ári voru einhleypir karlar stærsti hópurinn eða 36% en hlutfall einstæðra mæðra 28%. Yngsti aldurshópurinn undir 25 ára hefur oftast verið á bilinu 30–40% þeirra sem þetta þykja en á síðasta ári var hlutfalli 36%. Eftir 4 mánuði af yfirstandandi ári heldur fleiri sem hafa þurft á fjárhagsaðstoð að halda og útgjöldin hafa einnig vaxið lítilsháttar. Varðandi félagslegt leiguhúsnæði og sérstakan húsnæðisstuðning en Akureyrarbær leigir út 346 eignarhluta í félagslega leiguhúsnæðiskerfinu en inn í þeirri tölu sértækt húsnæði fyrir fatlað fólk. Félagslegt leiguhúsnæði ætlað einstaklingum og fjölskyldum sem hafa ekki kost á að afla sér húsnæðis með öðrum hætti.
Biðlisti eftir félagslegu leiguhúsnæði en í lok síðasta árs voru 131 umsækjandi á biðlista og auk þess voru 25 að bíða eftir flutningi milli íbúða Akureyrarbæjar. Biðin lengst eftir 2 herbergja íbúð eða 4 ár. Á síðasta ári bárust 163 umsóknir sérstakan húsnæðisstuðning, af þeim voru 112 eða 69% samþykktar en 51 eða 31% var synjað. Útgjöld til þessa málaflokks á árinu voru rúmlega 81 milljón sem var hækkun rúmar 6 milljónir frá fyrra ári. Fjölskyldusvið var í samningaviðræðum við Hjálpræðisherinn að setja á fót áfangaheimili og átti það að vera staðsett í húsnæði Hjálpræðishersins við Hvannavelli. Á vormisserinu óskaði hins vegar herinn eftir því að segja sig frá verkefninu og báru við stórum fjárfestingum Hjálpræðishersins í Reykjavík miklum kostnaði við að breyta húsnæði sínu og auk þess að athugasemdir íbúa á svæðinu höfðu áhrif. Það því komið verkefni fyrir okkur að leysa og koma þessu máli aftur á rekspöl. Góðu fréttirnar hins vegar að nú búið að auglýsa hönnun og byggingu á 2 litlum einbýlishúsum og finna þeim stað og eru rými fyrir 2 viðbót og eykur það möguleika sviðsins að finna úrræði við hæfi fyrir þjónustuþega. Svo langar mig að segja frá úrræðinu sem heitir Askjan, en það fjölskyldustuðningur sem veitir markvissa aðstoð til barnafjölskylda inn á heimili þeirra í formi fræðslu og ráðgjafar varðar uppeldi og heimilishald. Markhópurinn foreldri sem eiga í erfiðleikum með uppeldishlutverkið, ýmist vegna aðstæðna foreldranna sjálfa, erfiðleika hjá barninu eða umhverfisþátta. Þjónustan fyrst og fremst í formi heimsókna inn á heimili og hefur mikil eftirspurn verið eftir þjónustunni. Virkmál voru alls 52 og af þeim var hafin vinna í 33 á árinu. Vinna lauk við 27 mál og voru 4 fjölskyldur á biðlista í lok árs. Lengd mála var að meðaltali 7,1 mánuður þar sem stysta máli tók 2 mánuði en það lengsta meira en 24 mánuði. Og þá ætla ég aðeins að tala barnaverndina. Á síðasta ári var tekið við 613 barnaverndartilkynningum sem töluverð fjölgun frá árinu þar á undan þegar 554 tilkynningar bárust. Þá voru alls 340 börn skráð til vinnslu hjá barnavernd á nýliðnu ári á móti 305 börnum árið 2018. Tilkynningum ofbeldi gagnvart börnum og áhættuhegðun barna fjölgaði milli ára þó flestar tilkynningar varði en vanrækslu foreldra gagnvart börnum og þá flest í flokki áfengis- og vímuefnavanda foreldra. Í lok síðasta árs voru 23 börn í varanlegu fóstri á vegum nefndarinnar sem aukning frá árinu á undan. Þá voru 11 börn í tímabundnu fóstri eða tímabundinni vistun á grunni 8. og 4. grein barnaverndarlaga í lok ársins. 6 ungmenni voru vistuð í neyðarvistun á Stuðlum á síðasta ári sem nokkur aukning frá síðasta ári og endurspeglar frá árinu 2018 og endurspeglar þá aukningu sem varð í tilkynningum áhættuhegðun barna. Þá má geta þess að mikil aukning varð á útköllum á bakvakt barnaverndar á síðasta ári, sérstaklega þegar líða fór á árið sem staðfestin aukin þunga í barnaverndarmálum. Á síðasta ári voru að ræða 86 útköll á bakvakt á móti 50 á árinu undan. Þá eru ótalin símtöl á bakvakt sem leysast á annan hátti með útköllum starfsmanns. Með vaxandi þunga í barnaverndarmálum hefur það verið sérstakt verkefni að styðja við og styrkja barnaverndarstarfið, meðal annars með ráðningu lögfræðings á sviðinu, en sú aðgerð hefur reynst afar vel. Þessi aukni þungi í barnaverndarmálum síðustu misseri kemur meðal annars fram í fleiri málum þar sem þarf að vista börn af heimilum sínum og fleiri málum sem fara fyrir dómstóla. Margvísleg samstarfsverkefni barnaverndar við aðra þjónustuaðila og stofnanir voru virk á síðasta ári eins og árin á undan og má nefna sérstaklega nána samvinnu við lögregluna, sér í lagi í tengslum við ofbeldis- og bráðamál. Þá hefur faglegt samband við skóla verið gott og reglulegt og tengiliður hefur verið við hvern skóla og flesta leikskóla líka. Þá góð samvinna við forvarna og frístundastarf í Rósenborg og unnið að ýmsum sameiginlegum verkefnum allt árið kring. Þá ómetanlegt samstarfi við skólaþjónustu og félagsþjónustuna. Mikilvægt að nefna þróunarstarf sem hefur átt sér stað á árinu í samvinnu við verkefni Barnvænt samfélag. Hafist var handa við það á vordögum
að vinna að fræðslupakka og hanna rafrænan tilkynningarhnapp með það að markmiði að auka meðvitund barna og ungmenna og möguleika að tilkynna sjálf til barnaverndar. Í því skyni var meðal annars unnið að gera barnavernd aðgengilegar á heimasíðu Akureyrarbæjar. Þá er unnið að gerð rafrænnar handbókar tilkynningarskylduna og hönnun tilkynningareiðublaðs. Þessu verkefni verður áframhaldi árið 2020 og markmiðið að fara með kynningu til skólastjórnenda og nemenda í ákveðnum bekkjardeildum. Einnig vert að geta þess að í tengslum við þá áætlun að þróa úrræði fyrir börn sem hafa orðið fyrir heimilisofbeldi var farið í að innleiða í barnavernd sérstaka gagnreynda samtalsmeðferð fyrir börn sem kallast Trappan. Fengið var sérstök kynning á úrræðinu og auk þess sem var farið í námsferð til Svíþjóðar þar sem starfsmenn fengu sérstaka þjálfun í beitingu aðferðarinnar hjá einum af höfundi Tröppunar og verklagið sjálft og sérstakt viðtalsherbergi var tilbúið hér í bæ undir lok ársins. Útibú Barnahús var opnað 1. apríl 2019 með formlegum hætti. Frá þeim tíma hafa öll könnunarviðtöl, skýrslutöku lögreglu og meðferðarviðtöl sérfræðinga Barnahús fyrir börn og ungmenni á svæðinu farið fram á Akureyri en útibúinu ætlað að þjónusta allt Norðurland. Þannig var því markmiðið náð að færa þjónustuna við börn og ungmenni nær heimabyggð. Þessi þjónusta hefur má að segja staðist allar væntingar að mati starfsmanna barnaverndar og almenn ánægja með aðstöðuna enda búin fullkomnum tækjum og aðstöðu til viðtala og skýrslutöku við börn. Á síðasta ári, eða frá 1. apríl, fóru fram í útibúinu hátt í 100 meðferðarviðtöl, 2 könnunarviðtöl og 12 skýrslutökur fyrir dómi. Síðustu áramót flutti Alþjóðastofa til fjölskyldusviðs og víkur þá málinu að henni, var svo ákvörðin tekin þar sem sífellt fjölgaði aðilum með erlent ríkisfang sem leitaði til sviðsins, auk þess að þjónusta skaraðist milli þessa tveggja stofnana. Flutningurinn hefur gengið vel og ávinningurinn af því að okkar mati að þjónustan betri og nýting á þekkingu starfsmanna hefur orðið meiri. Frá árinu 2015 hefur fjöldi fólks með erlent ríkisfang tvöfaldast eða frá 506 einstaklingum í desember 2015 í 1089 einstaklinga í desember 2019. Aðlögun flestra gengur vel og rannsóknir sem Háskólinn á Akureyri hefur gert sýnir að aðfluttir eru almennt ánægðir með búsetuna. Mikilvægt að fólk sem hefur ekki íslensku að móðurmáli hafi aðgang að helstu upplýsingum hvað varðar réttindi og skyldur í íslensku samfélagi. Hópurinn sem kemur úr erfiðustu aðstæðunum þarf þó meiri aðstoð að halda. Erfitt getur reynst að rata íslenska kerfið, læra tungumálið, venjur og siði. Sá hópur þarf því oft meiri leiðsögn og stuðning. Ekki síst þarf fólk oft að vinna úr erfiðum áföllum og þurfa því á sálfræði aðstoð að halda, sem lítt aðgengileg á öðrum tungumálum en íslensku. Ríkið í samstarfi við sveitarfélögin að vinna að samræmingu á móttöku fólks af erlendum uppruna, hvort heldur sem kvótalóttafólk eða annarra og væntingar standa til þess að auðveldara verði í framhaldinu að veita fólki af erlendum uppruna nauðsynlegan stuðning. Undir hverju sviði ætla ég aðeins að segja svona COVID-fréttir og ætla ég að tala það fyrir fjölskyldusvið. Starfshópurinn á skrifstofu fjölskyldusviðs í Glerárgötu var tvískiptur frá 18. mars til þess að tryggja órofna þjónustu. Vinnustöðunum Plastiðinni Bjargi, Iðjulundi og Skógalundi var lokað fyrir notendum en starfsfólk Skógalundar sinnti notendum á heimilum þeirra. Bráðaþjónustu var sinnt svo sem í barnavernd og umsóknir afgreiddar félagslega hjálp. Áhyggjur voru á börnum í viðkvæmri stöðu og brugðust við með því að þétta samstarf allra þeirra aðila sem koma að þjónustu við þessi börn, svo sem fræðslusvið, samfélagssvið og fjölskyldusvið. Almannaheillanefnd var kölluð saman á ný og var það auðsótt mál því Akureyrarbær stofnaði til hennar árið 2008 þannig að verklagi var til en hugmyndin með almannaheillanefnd að kortleggja ástandið, stilla saman strengi félaga og stofnana og til þess að nefna einhverja þá má nefna Vinnumálastofnun, stéttarfélögin, SÁA, Rauðakrossin, Þjóðkirkjuna og aðra sem koma að þessu samstarfi. Ég tel þessa vinnu mjög mikilvæga því með virku samtali ólíkra aðila fæðast góðar hugmyndir og við minnkum líkurnar á að fólk falli á milli kerfa.
Tekin voru stór skref varðandi tækniþróun, bæði varðandi fjarfundi og eins var hugbúnaðurinn Caraconnect tekin í notkun, en hann gerir sérfræðingum kleift að sinna viðtölum í gegnum netið á öruggan hátt. Svona þjónusta styttir auðvitað vegalengdir og með þessari þjónustu verða til dæmis Grímsey og Hrísey jafn nálagt og önnur hverfi Akureyrarbæjar. Ljóst að þessi tækni mun bæta þjónustuna og auka hagkvæmni þegar til lengri tíma litið. Þá ætla ég að tala búsetusvið. Búsetusvið hluti af félagsþjónustu Akureyrarbæjar og veitir íbúum bæjarins ýmiss konar búsetuþjónustu. Með búsetuþjónustu átt við þjónustu sem miðar að því að styðja við sjálfstæða búsetu fólks og eða skapa fólki aðstæður til að lifa sem eðlilegustu lífi á heimili sínu, þrátt fyrir skerðingu á færni og breytingu á högum sem kunna að verða samfara hækkandi aldri, fötlun eða veikindum. Búsetusvið vinnur eftir þríþættri hugmyndafræði, en það hugmyndafræði valdeflingu, en hún miðar að því að efla getu einstaklingsins til að stjórna eigin lífi, taka sjálfstæðar ákvarðanir, nýta réttindi sín og öðlast þau lífsgæði sem eðlilegt þykja. Starfsfólk og notendur þjónustunnar vinna saman á jafningjagrunni. Starfsfólkið leggur áherslu á að skapa aðstæður fyrir notendur til að koma í framkvæmd eigin hugmyndum svo þeir fái notið sín sem best. Hugmyndafræði þjónustuleiðsögn sem byggir á einstaklingsmiðaðri nálgun, þar sem samskipti milli starfsfólks og notenda þungamiðjan. Vinátta, umhyggja, tengsl og hvatning eru grundvallaratriði í samskiptum, en skilyrt umbun og refsingar eru ekki viðurkenndar sem aðferð. Loks áhersla á að nálgast einstaklingin með alúð, vináttu og umhyggju og hvetja hann til að setja sér markmið og veita aðstoð við að ná þeim. Þjónustu við afmarkaðan hóp einstaklinga sem eru heimilislausir eða líklegir til að missa húsnæði sitt vegna hegðunar sem tengist geð- og fíknivanda unnið í anda hugmyndafræði skaðaminnkun og húsnæði fyrst. Lögð áhersla á að tryggja einstaklingum öruggt húsnæði án þess að krefjast bindindis. Það gert í þeim tilgangi að skapa aðstæður og hvata fyrir einstaklingin til að vinna með vanda sinn og draga úr heilsufars, félags- og efnahagslegum afleiðingum vímuefnaneyslunar. Veittur stuðningur og ráðgjafi í samræmi við þarfir og vilja hvers og eins til að bæta félagslega stöðu og draga úr óæskilegri hegðun án skilyrða að hætta neyslunni. Búsetusvið Akureyrarbæjar veitir mjög fjölbreytta þjónustu, þar á meðal heimaþjónustu, heimsendan mat, félagslega liðveislu, búsetu með þjónustu, skammtímavistun fyrir fatlað fólk, skólavistun fatlaðra barna, ráðgjöfina heim, ráðgjöf iðjuþjálfa, gránufélagsteymi, lautina og notendastýrða persónulega þjónustu. Akureyrarbær rekur í dag 7 búsetukjarna fyrir fatlað fólk með þroskaskerðingar og 3 búsetukjarna fyrir geðfatlað fólk, 3 herbergjasambýli og þjónustar 1 í viðbót. Það mikið ánægjuefni að segja frá því að í sumar verður nýr búsetukjarni tekinn í notkun við Klettaborgir. Aðeins til þess að við áttum okkur á helstu tölum fjölda einstaklinga sem fá þjónustu frá sviðinu, að þá var fjöldi þeirra sem í búsetu með þjónustu 76 og biðlista voru 16 og allir voru á biðlista fyrir þjónustukjarna. Heimaþjónustan þjónustaði 921 einstakling eða 688 heimili. Ráðgjöfin heim hluti af almennir félagslegri heimaþjónustu og ætlað fullorðnum fötluðum einstaklingum í sjálfstæðri búsetu. Á síðasta ári fengu 36 einstaklingar þjónustu en 5 voru á biðlista. Gránufélagsteymi þjónusta fyrir einstaklinga með tvíþætta greiningu og viðvarandi vímuefnavanda og veitt þjónusta frá klukkan 10 til 20 alla daga vikunar. Á síðasta ári fengu 49 einstaklingar þjónustu frá teyminu. Á árinu 2019 tók Akureyrarbær við rekstri lautarinnar sem athvarf fyrir geðfatlað fólk. Markmið starfseminnar að rjúfa félagslega einangrun geðfatlaðra, draga úr endurinnlögnum á geðdeildir og skapa umhverfi þar sem ríkja gagnkvæmvirðing og traust og tillit tekið til hvers og eins. Nú verið að þróa starfsemina enn frekar þannig að hún höfði til breiðari hóps þá sérstaklega yngra fólks. Til að sinna öllum þessum fjölbreyttu verkefni sem tilheyra sviðinu unnið með velferðartækni til að bæta gæði þjónustunnar
og mikil vinna nú í gangi við að innlega búnað sem heitir Memaxi í heimaþjónustu og í þjónustukjörnum. Bæði gagnvart starfsmannahópum en ekki síður að vinna með þeim einstaklingum sem þar búa. Memaxi auðveldar allt skipulag í kringum aðstoð og umönnun, bætir samskipti, rýfur einangrun og veitir þeim sem njóta langtíma aðstoðar nauðsynlegt öryggi og ró. Velferðartækni og nýsköpun í velferðarþjónustu til þess fallin að einfalda og bæta þjónustu við íbúa og hef ég fulla trú að þar sé hægt að sækja fram og styðja við okkar starfsfólk. Akureyrarbær, í þessu sambandi má nefna að Akureyrarbær fékk styrk frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga til að gera úttekt á málaflokki fatlaðra en með því verður farið yfir rekstur málaflokksins og hvað megi betur fara. Jöfnunarsjóði leiðrétti sér með. Þá aðeins með COVID-fréttir frá búsetu sviðinu að starfsmenn hafa allir sem einn staðið sér ótrúlega vel, sýnt sveigjanleika og þolgæði. Sviðið var vel undirbúið og allt gekk eins vel og raun betur en hægt var að ímynda sér. Þjónustukjarnarnir komu vel út úr COVID-19 nema að þar hefur fólk lítið farið út en það stendur nú til bóta. Engin veikindi komu upp og engin sóttkví hjá íbúum sem mikið gleðiefni. Þegar á heildina litið í þessu ástandi tókst vel að halda upp þjónustu en þó þurfti að skerða þjónustuna hjá ákveðnum hópi fólks. Í þessum málaflokki stöndum við frammi fyrir áskorunum sem vert að minnast á. Áskorun fyrir okkur í pólitíkinni í samskiptum við ríkið, eins og búið að koma aðeins inn á áður en þessi ræða hófst, hönnun og bygging á nýjum þjónustukjarna fyrir öryggisvistun en það þjónusta sem við sinnum í samstarfi við ríkisvald. Eins höfum við verið að huga að samtölum við ríkið heimahjúkrun og mögulega hvort hún ætti heima hjá Akureyrarbæ með það fyrir augum að það séu færri starfsmenn sem sinna hverjum einum og gera þjónustuna markvissari og betri fyrir þjónustunotendur. Jafnframt þarf að skoða heimaþjónustuna en breytingar á lögum félagsþjónustu sveitarfélaga gera það nauðsynlegt að stokka upp í heimaþjónustunni og félagslegu liðveislunni. Þjónustan hefur einnig verið að breytast, fólk lengur heima og þarf meiri þjónustu en áður. Þjónustan auk þess nú fjölbreyttari og meiri þörf á faglegu starfi. Víkur þá umræðinu að öldrunarheimilum Akureyrar. Öldrunarheimili Akureyrar hluti af velferðarþjónustu Akureyrarbæjar og veita íbúum ýmiss konar þjónustu og ráðgjöf á sviði öldrunarþjónustu. Á ÖA eru starfrækt hjúkrunar- og dvalarrými fyrir aldraða og aðra einstaklinga sem hafa viðurkennt mat á þörf. Þar eru almenn og sértæk rými í dagþjálfun fyrir aldraða og einstaklinga með heilabilun. Auk aldraðra Akureyringa aldraðir íbúar nágrannasveitarfélaganna kost á þjónustu á öldrunarheimilunum samkvæmt sérstökum samningi við nágrannasveitarfélögin. Öldrunarheimilin starfa á vettvangi hugmyndafræði Eden og þjónandi leiðsagnar með áherslu á eflingu og stuðning til sjálfsbjargar og sjálfstæða íbúa og notenda þjónustunar. Framtíðarsýn ÖA að vera leiðandi í hjúkrunar- og öldrunarþjónustu á Íslandi þar sem öll umönnun almenn sem sérfræði byggir á fræðilegum grunni. Þannig sé á hverjum tíma veitt heildstæð hjúkrunar- og öldrunarþjónusta sem stuðla að auknum lífsgæðum íbúa og annarra þjónustuþega. ÖA rekin af Akureyrarbæ samkvæmt sérstökum samningi við heilbrigðis- og velferðarráðuneytið og starfa á grundvelli laga og kröfulýsinga og stefnumiða þjónustu við aldraða. Velferðarráð Akureyrarbæjar hefur yfirumsjón með rekstri öldrunarheimilanna fyrir hönd bæjarins. Á öldrunarheimilum Akureyrar nú starfrækt 173 hjúkrunarrými og 8 dvalarheimilisrými. Af 173 hjúkrunarrýmum 3 þeirra skráð sem geðrými á hjúkrunarheimili en þau hafa verið starfrækt síðan 2018. Undangengin ár hefur ÖA verið að fækka dvalarrýmum og fjölga hjúkrunarrýmum. Af áðurnefndum 173 hjúkrunarrýmum hafa 17 verið nýtt til tímabundinna dvalar. Á öldrunarheimilum Akureyrar hefur nýsköpunar- og þróunarverkefnið sveigjanlega dagþjálfun verið starfrækt síðan í febrúar 2019. Niðurstaða verkefnisins að sveigjanlega dagþjálfunin hefur aukið fjölbreytni í þjónustu við eldra fólk á Akureyri og í takti við þá stefnumörkun stjórnvalda fjölbreytt úrræði með áherslu á forvarnir og persónumiðaða þjónustu.
Þessi þjónusta gríðarlega mikilvæg til að mæta þeim áskorunum í heilbrigðisþjónustu og samfélaginu með hækkandi hlutfalli aldraðra og ólíkum þörfum einstaklinga. Árið 2019 voru 14% Íslendinga 65 ára og eldri. Gert ráð fyrir að árið 2050 verði 25% Íslendinga 65 ára og eldri. Árið 2019 voru 66 einstaklingar sem nýttu sér sveigjanlega dagþjálfun. Þessir einstaklingar voru í þeirri stöðu að þurfa stuðning í daglegu lífi. Flestir þáðu þjónustuna á dagvinnutíma en þeir sem glíma við heilabilun notuðu frekar sveigjanlega þjónustutíma. Eftir fyrsta áfangamat á þessari þjónustu að þá fyrir það fyrsta upplifa notendur meiri vellíðan sálfélagslega og líkamlega. Aðstandendur upplifa marktækar breytingar á atgerfi og líðan notenda og svona mætti lengi telja. Samfélagslegur ávinningur sem birtist í áfangamatinu að breyta óvirkum þjónustutíma í virkan, auka lífsgæði notenda og fjölskyldna þeirra með stuðningi til búsetu heima. Að þessu sögðu verður að hrósa starfsfólki ÖA fyrir þetta verkefni sem og það starf sem þar unnið, kraftur, fagmennska, nýsköpun og sveigjanleiki einkennir starfið og það til fyrirmyndar. Annað verkefni sem vert að nefna styðjandi samfélag, en Akureyrarbær fyrsta sveitarfélagið á Íslandi til að hefja vegferð í átt að samfélagi sem vinveitt og meðvitað þarfir einstaklinga með heilabilun og aðstandendur þeirra. Það verkefni sem hefur verið í undirbúningi frá árinu 2018 og gríðarlega mikilvægt því tölur sýna að 5.000 Íslendingar glíma við heilabilun. Á þessu ári verður farið í að uppfræða vinnustaði sjúkdóminn og hvernig við verðum styðjandi samfélag og má þar nefna að þeir sem fá fræðslu heilbrigðisstarfsfólk, sjúkraflutningafólk, lögregla, starfsfólk í verslunum, sundlaugum, söfnum og hef ég fulla trú á að fleiri stofnanir óski eftir viðlíka fræðslu. Samkvæmt aðgerðaráætlun heilbrigðisráðuneytis á hvert heilbrigðisumdæmi að vera með heilabilunaráðgjafa og það bara ánægjuefni að segja frá því að á öldrunarheimilunum hefur verið starfandi heilabilunaráðgjafi síðan 2018 sem hefur sinnt sérstaklega málefnum einstaklinga með heilabilun og aðstandenda þeirra. Það hins vegar alveg ljóst að við stöndum á tímamótum þegar að kemur að öldrunarheimilum Akureyrarbæjar. Bæjarstjórn einhuga að óska eftir því við ríkisvaldið að það taki yfir rekstur ÖA og auk þess við í samningum við ríkisvaldið byggingu á nýju hjúkrunarheimili við Lögmannshlíð. Og það má kannski bara geta þess að innan sambandsins sveitarfélög sammála okkur í þessum efnum að ríkið eigi að taka yfir þennan rekstur almennt. Uppbygging á nýju hjúkrunarheimili lykilþáttur í þeirri heildaráætlun sem þarf til þess að geta farið í endurbætur á Hlíð. Þannig að þetta skiptir talsverðu máli. Til viðbótar við þessi stóru mál og veit ég ekki hvort þau hafa áhrif á hvort annað, en það viðræður að sameina og samþætta heimahjúkrun við Akureyrarbæ með það fyrir augum að gera þjónustuna enn notendamiðaðri með áherslu á samvinnu og samþættingu og gera þjónustuna heildræna. Og aðeins að segja frá hvernig COVID hefur leikið öldrunarheimilin, en aðgerðir vegna COVID-19 hafa gengið vel. Skjaldborg var slegin íbúa heimilisins af aðstandendum og starfsfólki og hefur ekkert smit greinst á ÖA. Dagþjálfunin var aðlöguð samkvæmt leiðbeiningum frá almannavörnum, miklar varúðarráðstafanir voru gerðar, auk heimsóknarbannsins. Allur samgangur á milli heimila var lokaður, starfsfólk var í einkennisfatnaði, starfsemi iðju og félagsstarfs var færð inn á heimilin, tímabundin dvöl var lokuð, en til öryggis var opnuð sóttvarnadeild fyrir íbúa sem smittast af COVID-19 en hana þurfti ekki að nota. Segja má að íbúar hafi verið og í sóttkví þar sem þeir fara ekki út af heimilinu sínu, þá rétt út á svalir og umgangast einungis sína sambýlinga og starfsfólk á sínu heimili, en þetta stendur vonandi allt til bóta eftir því sem við náum betri tökum og skilning á þessu viðfangsefni. Það með fagmennsku og miklum sveigjanleika og samstilltu átaki starfsfólksins sem hefur tekist að vernda íbúana á öldrunarheimilum Akureyrar. Starfsfólkið hefur brugðist við af mikilli óeigingirni og einfalda líf sitt mjög.
stundað vinnu og haft lítil samskipti utan vinnu, hvort sem er við ættingja, vini eða vinnufélaga. Það hefur því mikið reynt á alla að vera í þessum aðstæðum en jákvæðni og lausnamiðuð hugsun hjálpar að gera daginn bærilega þarna. Íbúarnir hafa sýnt mikla þolinmæði og tekist á við aðstæður á stóískri ró og aðstandendur hafa sýnt mikinn skilning og verið duglegir að vera í sambandi við sitt fólk eftir ýmsum leiðum. Svo ég fari nú að ljúka þessu. Ljóst að miklar áskoranir eru framundan hjá opinberum aðilum við að tryggja velferð allra. Sú kreppa sem við sem samfélag stöndum frammi fyrir mun þýða að það er nauðsynlegt að standa vörð þjónustu við viðkvæma hópa og fleiri munu þurfa á aðstoð velferðarkerfisins að halda en áður. Þannig afar mikilvægt að við sem stöndum að Akureyrarbæ að við treystum stoðir velferðarþjónustu og séum reiðubúin til að sinna þeim störfum sem upp kunna koma. Almennt er mikilvægt að þjónustan sé eðli sínu útleitandi og fyrirbyggjandi en ekki einungis að við séum að slökkva elda eins og stundum vill brenna við bara svona almennt. Samþætting þjónustu fyrir aldraðra er stórt samfélagslegt málefni bæði að þjónusta einstaklingin út frá persónumiðuðum þörfum og þeim úrræðum sem eru í boði. Mikilvægt er að ekki sé verið að ýta þjónustuþega á milli þjónustuveitenda og fari jafnvel í dýrari þjónustuúrræði en þörf er á. Því er mikilvægt að samþætta þjónustu, nýta tíma og fjármagn á ábyrgan hátt. Á 5 sviðum Akureyrarbæjar, þar með talið búsetusviði og fjölskyldusviði og öldrunarheimilum Akureyrar, hefur síðustu mánuði verið unnið undir handleiðslu ráðgjafa að skilgreina þjónustuna út frá sjónarhorni notandans. Markmið með þessari vinnu er að gera góða þjónustu enn betri, auka skilvirkni og nýta möguleika stafrænnar þróunar. Áframhald verður á þessari vinnu og er það von mín að samþætt þverfagleg vinna með einföldu þjónustuferli þar sem notandinn er hafður að leiðarljósi verði loka aðvörðin og að til verði eitt velferðarsvið, þar sem fjölskyldusvið og búsetusvið sameinast undir einn hatt. Ég hef stiklað á stóru í ræðu þessari varðandi verkefni og áskoranir sem við stöndum frammi fyrir. Mig langar hins vegar að þakka félögum mínum í velferðarráði, Gunnfríði, Hermanni, Láru, Róbertu og Sigrúnu fyrir gott samstarf og samvinnu. Ég er bara óendanlega stoltur af því starfsfólki sem þar starfar og heyra undir velferðarráð og mig langar að þakka sérstaklega sviðsstjóra búsetusviðs og fjölskyldusviðs og framkvæmdastjóra öldrunarheimila Akureyrar fyrir samstarfi á þessu ári sem ég hef setið í velferðarráði. Takk fyrir. Það er bæjarfulltrúi Heimir Haraldsson lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil byrja á að þakka bæjarfulltrúa Heimi fyrir þessa yfirferð. En ég ætla nú að nefna það í upphafi að ég hefði gjarnan viljað sjá meiri framtíðarsýn í þessari stefnuræðu heldur en birtist allavega mér. Og þetta er mjög góð stöðuskýrsla, hún fer vel yfir sviðið eins og það er og hefur verið undanfarna daga, en það væri mjög fróðlegt að taka smá umræðu framhaldið. Hvað er framundan? Það er að vísu í ýmsu í þessari skýrslu og mér langar til að nefna hérna nokkur atriði. Í fyrsta lagi vil ég taka fram og þekki það samstarfi mínu við fólk á þessu sviði að sviði sjálft, búsetusviðið og fjölskyldusviðið búa mjög hæfu starfsfólki sem er að gera mjög flotta og góða hluti. Og það eru mörg dæmi það eins og þjónandi leiðsögn, vinnan í Housing First, stefnan og fleiri atriði sem að geta nefnt í þessu sambandi sem stendur upp úr og er horft til hingað og er bara frábært. En það eru nokkur mál sem ég langar að nefna hérna og kannski fá bara svör við eða frekar umræðum. Fyrsta lagi langar mig til að nefna hérna úrræði sem er kallað Ungfrú Ragnheiður og ég er skaðaminnkandi
aðferðafræði sem að Rauði krossin hefur verið með í gangi og þau sóttu styrk til bæjarins sem að mér minnir að velferðaráð hafi ekki geta orðið við, sem að mig langar til að kannski að fá smá skýringar á. Nú liggur fyrir að það er verið búið að kaupa bíl, það er verið innréttana bíl og þessi bíl verður færður Rauða krossinum til afnota og eignar, vonandi mjög fljótlega sem að verði nýttur með Ungfrú-Ragnheiði. En þetta er til dæmis verkefni sem hlýtur að skipta okkur í bænum miklu máli. Og mér langar þess að svona vita bara hvernig ætlar velferðaráð að horfa til þessara þjónustu. Þegar mér finnst við ekki geta bara lagt þetta í hendurnar Rauða krossinum, bara síð svona þess að koma þarna eitthvað til móts við þetta. Vegna þess að þetta hefur verulega áhrif á ímynd bæjarins og þjónustu í bænum. Og þá sko í framhaldinu velti ég fyrir mér og væri gaman að vita, er einhver stefna varðandi styrkveitingar í velferðaráð? Kemur einhver stað fram svona sýn á það hvaða verkefni, hvers konar verkefni og verkefni til hvers eru styrkt? Því að sko það er kannski aldrei gott að hafa ekki einhverja sýn á það svona heilt yfir. Það er komið aðeins inn á barnaverndarmáli og það er náttúrulega grafalvarleg staða finnst mér sem er verið að lýsa þarna. Það er fjölgun mála, þau eru mörguleiti þyngri, þau eru erfiðari, það eru fjölgun úrræða sem snúa þá því að vista á stöðlum sem er náttúrulega neyðarúrræði. Og ef að þeim úrræðum er að fjölga þá er neyðin að verða stærri, þannig að við þurfum þá kannski þess að velta því fyrir okkur hvað ætlum við að gera til þess að bregðast við þessari stöðu. Ég hef stundum sagt að mér finnst skorta á rétt barnsins. Mér finnst til dæmis réttur foreldra orðinn allt of mikill. Við erum komin einhvern veginn á þá hlið að réttur foreldra er algjör versus það þegar að börn voru tekin bara foreldrunum að þeim forspurðu nánast og flutt hér á Breiðuvík og fleiri staði og öll þekkjum við þá sögu sem var afar slæm og verður vonandi aldrei þannig aftur. En er réttur barna yfir höfuð virtur? Erum við að fara allt og seint inn í mál og eru lögin og lagasetningin og lagaumhverfi í kringu barnaverndarmálin bara þannig að við séum komin á þann stað að við náum ekki að bjarga börnum út frá aðstæðum eða að skapa aðstæði fyrir börn þannig að þau verði ekki fyrir skaða af því þetta tekur alltaf langan tíma. Nú er barnamálaráðherra í mjög mikilli vinnu við að samhæfa þjónustu við börn og þá að samhæfa þjónustu ríkis sveitarfélaga og kerfana allra til þess meðal annars að draga úr þessum gráu svæðum þar sem að enginn virðist bera ábyrgð. Þetta er gríðarlega mikilvæg vinna og ég bara fagna því að hún sé að fara fram. Og ég vonast til að við förum að sjá eitthvað gerast þar á næstu bara vikum og mánuðum. Því það liggur mikið á, alveg augljóslega, miðað við þá stöðu sem er að skapast. Og nú er samkvæmt því sem að þarna kemur fram og hefur komið fram á fundum með okkur, þá hefur ekki verið, þá er þessi fjölgun barnaverndarmála, hún hefur allavega ekki verið að koma upp vegna COVID, allavega ekki ennþá, en það getur vel verið að það breytist núna, við eigum eftir að sjá það. Vegna þess að það var þó nokkuð að börnin sem fór út úr skólanum og skólarnir náðu svo ekki til á meðan að þetta ástand varði til 4. maí. Þá langar við til að nefna líka það að við höfum oft rætt og það hefur verið margrætt hérna og ég man eftir umræðum þetta bara frá því fyrir 15 árum eða svo, hefur örugglega, ég vissum að Guðrún Sigurðar þekkir þá sögu ennþá lengra aftur og jafnvel Karolína líka, þetta með fjölskylduhúsið. Þetta úrræði sem við erum búin að ræða hérna nokkru sinnum og hefur komið ítrekað fram á fundum velferðaráðs og hjá sérfræðingu barnaverndar, það sé mjög mikilvægt að hafa hérna í bænum til þess að eiga skjól fyrir börn.
En það hefur ekki orðið að veruleika en þá vegna þess að við verðumst aldrei komast yfir en að þröskuld sem snýra rekstrakostnaði. Og ég veldi það fyrir mér að því að við erum búin að taka þessu umræðu áður. Það eru mörg dæmi það að þessi aðstaða geti sparað verulega fjármuni annar staðar. Og við verðum stundum, held ég, bara að taka af skarið eins og við erum í raun að gera núna í þessu ástandi sem heitir COVID, að taka ákvörðun að skuldsetja bæinn eitthvað ekstra núna til að takast á við verkefni. Við getum líka bara hreinlega bara sest niður og sagt, ok, við þurfum að koma fjölskylduhúsi. Við þurfum að hafa eitthvað skjól, en í staðinn þá bara förum við eitthvað annað og sækjum hennar pening. Það er fullt af atriði sem við getum lagt til hliðar rétt á meðan við erum að byggja svona þjónustu upp. Og þetta er spurninguð forgangsröðun. Og þess vegna spyr ég núna, hvar er umræðan og vinnan við þetta? Nú er nýbúið að taka dæmi að þetta úrræði hefði geta hentað mjög vel í ákveðnu máli sem hefur verið hérna í gangi. Þannig að ég bara spyr, erum við eitthvað að gera í þessu máli? Ætlum við að gera eitthvað í þessu máli? Er eitthvað að vera að ræða þetta í velferðarráði? Þannig að við fáum enn og aftur einhverja hugmyndir og tillögur inn á borð bæjarráðs eða meirihlutans og getum þá farið að taka á þessu máli. Því að það er líka annað sem við þurfum að huga því þessu og það er það að við erum með töluvert af börnum, ég vil nú ekki segja töluvert, við erum með of mörg börn sem eiga við geðræna vanda að stríða, eiga við verulegan vanda að stríða sem eru ekki í réttum úrræðum, eru inn í skólunum og þar er verið að takast á við að reyna að þjónusta þessi börn sem heilbrigðiskerfið ætti að vera að sinna. Það bara ætti að vera að sinna. Og það er bara eitt af því sem við þurfum að taka á, því þetta er eitt af þeim málum sem ég held að valdi mestu álagi inn í grunnskólakerfinu og jafnvel leikskólakerfinu líka. Af því að við erum ekki að finna rétt úrræði. Og það er ekki bara okkar herðum, það er líka herðum ríkisins. Svo langar mér aðeins til að nefna hérna varðandi heimahjúkrunina sem að kom fram í ræðu bæjarfulltrúa Heimis að væri verið að skoða hvort það væri ekki að ná meiri samfellu og samleið út úr með öðrum annarri þjónustu Akureyrarbæjar. Ég ætla bara að spyrja, er þá verið að velta því fyrir sér að Akureyrarbær taki þessa þjónustu yfir með samningi við ríkið til þess að gera þetta eða erum við að tala það að það eigi að leita leiða til þess að efla samstarf við HSN þannig að það verði til meiri samleið í þessu kerfi. Ég held að það væri algjört glapræði að hálfu Akureyrarbæjar að ætla að fara að taka þetta yfir aftur. Það er alveg augljóst að þessi þjónusta á eftir að vaxa mjög mikið og hún á eftir að þyngjast. Vegna þess að við erum alltaf að taka fólk seinna og seinna inn á öldrunarheimilum. Þannig ég bara spyr. Svo varðandi alþjóðastofu sem er komin á þjónustu fjölskyldusviðs eða á það svið. Nú var samþykkt hérna á aðalfundi Eyþings fyrir sennilega 2 árum frekar en 3 fjölmenningastefna Eyþings. Fjölmenningastefna Eyþings átti að vera svona fordæmi fyrir sveitarfélögin til að taka upp til sín og vinna stefnu og vinna síðan út frá henni. Þetta var ekki hugsað þannig að fjölmenningastefna Eyþings væri þar með bara orðin að stefnu bæjarfélagana, sveitarfélaginu í Eyþingi. Því að bæjarstjórnir og sveitarstjórnir í Eyþingi þurfa náttúrulega að taka svona stefnu þá annarkvort að gera hana sinni með formlegum hætti eða ekki, eða að taka eitthvað úr henni og nýta úr henni. Og það kom fram hérna á fundi þegar við vorum að skoða hver staða innflytjenda væri daginn og áttum þá fund með þeim
starfsmönnum Alþjóðastofu að það væri töluverð ásókn í þjónustu þeirra frá öðrum sveitarfélögum og þá finnst mér að við þurfum kannski aðeins að skoða það, tvennt í þessu. Eigum við þá að gera samning við önnur sveitarfélög samning þjónustu Alþjóðastofu sem staðsett á Akureyri og við rekum, eða sem að ég held að sem síðri kostur en ég ætla samt að nefna að þessi starfsemi verði hér eftir á vegum SSNE og þá ábyrgð allra sveitarfélaga. Ég held að sé alveg full ástæða til að velta því upp. Því að þetta þjónusta sem að ég veit að er mjög snúin fyrir minni sveitarfélög og það bara eðlilegt að aðilar leiti þá til þeirra sem hafa þekkingu og reynslu á svið. Ég ætla að skilja, mér finnst þetta eru stóra spurningar sem mér finnst ég vera að spyrja og ég vil endilega fá viðbrögð við þeim ef að til eru svör við einhverjum af þessu spurningum. Takk. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason lokið málsins, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég vil nú byrja á því að þakka formanni velferðarráðs fyrir ágæta yfirferð yfir stöðumála og kannski byrja á því að segja mig, ég ætlaði nú að koma með þessa spurningu líka fjölskylduhús, fjölskylduheimili. Hver sé afstaða meirihlutans til þess úrræðis sem hefur verið rætt oftar en einu sinni og oftar en tvisvar inn í velferðarráði, en einhvern veginn virðist ekki, svona allavega sýnist mann ekki vera neitt gangur í því og eins og bæjarfulltrúi Gunnar bent á hefur og þetta þarf að meta bara út frá kostnaði og hvernig slíkt úrræði sparar kostnað annar staðar og þess áttar og við höfum nýlegt ágætisdæmi það hvernig það geti litið út, þannig að hvort að það í skoðun og hver sé staðan á málinu. Síðan annað sem ég langaði til að aðeins að koma inn á sem félagslegt húsnæði og uppbygginga áætlun varðandi það vegna þess að við erum búin að vera með þá stöðu allavega síðan að ég byrjaði í pólitík að reikna með því að biðlisti eftir félagslegu húsnæði sé upp í það bil 4 ár og sjálfri finnst mér það bara mjög slæmt og ekki ásættanlegt og myndi vilja sjá einhverja áætlun varðandi það hvernig við ætlum að breyta því. Það gríðarlega mikið rætt í svona umræðinu kjör fólks, bæði öryrkja, aldraðra og þeirra sem lág laun hafa, að hversu hár húsnæðiskostnaðurinn og hversu stór hluti það getur verið af þeim fjármunum sem að fólk sem að hefur svona verst kjörin hefur úr að spila og mér finnst bara mjög mikilvægt að við gerum eitthvað með það og ég vil gjarnan heyra frá meirihlutanum stefnuna í því máli og en svo auðvitað eins og margir hafa oft sagt þá verður þetta náttúrulega meira stöðuskýrsla en kannski endilega stefnuræða en við eigum gríðarlega góða aðgerðaráætlun sem að tengdist velferðarstefnunni sem var samþykkt fyrir nokkrum árum og mér finnst bara mikilvægt að við förum yfir þessa aðgerðaráætlun á vettvangi bæjarstjórnar. Kannski verður fundurinn allt og langur ef ég bið formann að fara hér og nú yfir aðgerðaráætlunina. Þannig ég ætla nú svona, ég ætla að segja, ég er til í það ef þið eru til í það að fara bara yfir hana snöggvast. Ef ekki, að þá langar mig til þess að biðja að svo aðgerðaráætlun verði bara til umræðu fyrir sumarfrí. Þetta
þetta er bara bón sem að ég legg fram hérna. Takk. Það er bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir lokið máli sínu, orðið er laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Hilda Jana. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég vil þakka bæjarfulltrúa Heimi Haraldsyni kærlega fyrir ákaflega góða yfirferð í stöðu mála á velferðarsviðinu og stefnuræðu. Mér finnst ótrúlega margt hafa verið gerst á þessu sviðu og kannski svona fyrir eitthvað sem kemur utanaðkomandi inn í þetta batteri þá er ég líka svo heilluð af fagmennsku starfsfólks á velferðarsviði og sýn og ég verð þó að það sé þannig að við getum alltaf gert betur og eigum að halda áfram að gera betur að þá er ég líka ákaflega þakklátt fyrir að búa í samfélagi eins og við búum í með þeim netum sem að grípa okkur þegar við þurfum á því að halda. Ég er ákaflega ánægð með það sem hefur áunnist til að mynda með heilabilunaráðgjafa og þessu styðjandi samfélagi sem ég held að sé ákaflega mikilvægt og mikilvægt ekki síst bara í formi fræðslu því að það nú stundu talað að það þurfi heilt þorp til að ala upp barn en það þarf líka bara heilt þorp til að annast hvort annað undir ólíkum kringumstæðum og þá þarf oft líka þekkingu og vitneskju og ég held að þetta sé mun verðmætara og mikilvægara verkefni kannski heldur en að við áttum okkur á. Ég er líka ákaflega þakklát fyrir Bjarmahlíð og barnahús sem að hafa nýverið tekið til starfa og skipta mínum mati töluverðu máli og og einmitt aðgerðaáætlun velferðarstefnu sem ég held að sé mjög svona bara alveg þess virði að fara yfir stöðuna áni vegna þess að hún er einmitt leiðarljósið inn í framtíðina hvernig okkur tekst að tikka í þau boxum að þar koma fram. Það er líka, ég stundum hugsi sárafátækt, það var nú ákaflega áhugaverð umræða rétt fyrir COVID sárafátækt og og ég er svo hugsi yfir þessu í rauninni í öllu stóra samhenginu af því að mér finnst mín upplifun er svo að fátækt og sárafátækt sé ólík. Þegar ég var ung kona og einstæð móðir þá upplifði ég það að vera brjálæðislega blönk og eiga ekki alltaf fyrir mat og eiga ekki alltaf fyrir nauðsynjum. En ég átti fjölskyldu sem að greip mig alltaf, sem gerði það að verkum að ég varð aldrei sárafátæk. Af því að ég átti fólk sem að gaf mér að borða eða reddaði síðustu greiðsluseðlunum eða yfirdrættinum ef ég var í vandræðum eða bauð mér í mat eða studdi mig í uppeldinu og annað. Og mér finnst það svo gríðalegu munur á aðstöðu minni og annara sem eru með nákvæmlega sama launatekka og ég var með á þeim tíma. Þannig að það sem að ég hef oft velt fyrir mér er hvort við þurfum með einhverjum hætti að skoða kerfið okkar með þessum gleraugum jafnvel enn betur. Hvernig við getum gripið samborgar okkar sem eru að glíma við sárafátækt í einhverju formi innan allra hópa og hvernig við getum gert það sem best. Og ég líka ofsalega hugsi mér fannst fallegt að lesa, bæði þegar ég er að lesa stefnur innan velferðarráðs og síðan þessa stefnuræðu, að orðin sem við erum að nota og sýnin sem að blasir við okkur, held ég að sé svo ofboðslega mikilvæg. Hún byggir á virðingu og mannréttindum og skilningi og samkennd, sem að því miður er samt ekkert alltaf raunin og ekki síst hjá þeim hópum sem að glíma við sárafátækt og síðan þeim sem að glíma við fíkn og alkóhólisma. Og þar sem að því miður eru ennþá mörgum stöðum innan kerfisins svakalegir fordómar og niðurlæging
í því ferli sem það er þegar að fólk er veikt af fíknisjúkdómum. Þannig að sárafátækt tengist alls konar, en ég tel alveg þess virði að taka sérstaklega og setja þau gleraugu á okkur með hvað hætti við getum gert enn betur til að sem samfélag að vera styðjandi þegar það kemur að sárafátækt. En ég veit að þessi málaflokkur eins og svo margir aðrir eru þess eðlis að við eigum að halda áfram að reyna að gera alltaf betur, en ég vil líka að við minnum okkur á hversu ótrúlega vel er gert og hvaða er mikið starfsfólki að þakka. Og við sáum það svo vel í gegnum COVID þegar allt fór einhvern veginn í klessu og við vissum ekki hvað sneri upp eða niður, að það var bara fagmennskan og stöðuleikin og ákvarðanatakan og samvinnan sem við sem betur fer sem bæjarstjórn fengum bara ansi vel að fylgjast með, var til svo mikilla fyrirmyndar og eins og ég sagði áður, ég var þakklátt fyrir að vera hluti af því samfélagi. Að því að bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason fór að nefna fjölmenningastefnuna, að þá náttúrulega samþykkti stjórn SSNE að fjölmenningastefnan sem var hjá Eyþingi verði sett á dagskrá aðalfundar SSNE í haust og framkvæmdastjóra var falið að taka saman minnisblað máli og senda aðildarsveitarfélögum fyrir aðalfundin með fundagögnum. Þannig að það er stefnt að því að taka þá umræðu á þeim vettvangi og alveg tek undir það að það er ástæða til þess að skoða það enn betur. En enn og aftur, kæra þakkir fyrir ákaflega góða stefnuræðu. Takk. Bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir, loki máli sinni, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil byrja á því að þakka Heimi yfir mjög góða yfirferð á því sem að sviðin þarna undir eru að starfa og ég tek nú undir að hefði vilja sjá meiri framtíðarsýn en yfirferðin góð. Mér langar líkt og Hilda Jana og fleiri að hrósa starfsfólki. Mér finnst það virkilega eiga það skilið sérstaklega eftir síðustu tíma og það hefur verið gríðarlegt álag á sérstaklega þessu sviði innan bæjarkerfisins og bara eftir því teki hversu vel hefur tekist til og samheldni og samvinna greinilega höfða að leiðarljósi. En fyrir COVID líka var unnið mjög gott starf og hef ég nú sagt þá hér áður í pontu örugglega oftar en einu sinni að starffólk á þakkir skili fyrir það. Mér langar aðeins að spyrja nokkura spurninga. Mér langar að spyrja varðandi barnaverndina. Hefur þessi kynning farið fram fyrir börnunum með það að þau geti tilkynnt sjálf eða er það, nú fór þetta stað í vor, þannig ég bara spá í hvar við erum stödd í því ferli og líka ef að kynningar eru hafnar, höfum við séð aukningu í að börnin sé að tilkynna sjálf. Mér finnst þetta bara gríðarlega mikilvæg þáttur, ég vona að það skili sér til þeirra og þetta fari að nýtast sem skildi. Mér langar líka aðeins að spyrja samtalsmeðferðina trappan, hvernig hún er öðruvísi verklag heldur en við höfum verið með. Mér finnst þetta komið kannski ekkert útskýringar út á hvað þetta gekk en bara mér langar að heyra aðeins meira um það. Ég tek undir með bæjarfulltrúa Sólu og var búin að velta svolítið fyrir mér varðandi velferðarstefnuna. Hún er gríðarlega ítarlegri aðgerðaráætlun og þegar ég fór yfir hana það eru rosalega mörg verkefni sem að eiga að klárast 2020. Þannig ég bara tek undir það. Ég ætla nú ekki að gera Heimi það að fara yfir hvernig lið hér á þessum fundi. Ég gerir ráð fyrir að hann þurfi svör frá starfsfólki til þess að kannski svara því hér og nú. En ég bara tek undir með Sólu að við tökum stefnuna bara fyrir á næsta fundi og þá fáum við yfirlit yfir stöðu verkefna. Mér langaði líka aðeins að ræða
þessa tillögu varðandi sameiningu sviðana. Nú hún svo tillaga ekki ný á láninu, hún búin að vera í umræðu síðan við gerum stjórnsýslu breytingar á síðasta kjörtímabili. Ég hef heyrt frá starfsfólki sumu hverju að óvissan sé búin að vera gríðarlega lengi hvað eigi að gera og hvernig eigi að standa að þessu. Þannig að ég held að bara við þurfum að fara að fá svör. Mér sagt að ráðgjafi hafi verið að störfum núna í þó nokkuð langan tíma. Þannig að ég held að best fyrir alla væri bara að fara að taka ákvörðun í þessu máli. Ég held allan að það sé búið að vinna að þessu að mér vitandi stöðugt í 1,5 ár, þannig að ég ekki alveg að skilja hvað tekur svona langan tíma. Líka fannst mér pínu sérstakt að þessi umræða hafi aldrei verið tekin fyrir í nefndinni sjálfri hvað ætti að gera í þessum efnum, ekki að mér vitandi allavega, og þeim fulltrúa sem að situr þar inni fyrir okkur. Eins bara fleiri mál sem að eru mjög stórar ákvarðanir, eins og það að skila öldrunarheimilunum hafi ekki verið til umræðu í nefndinni sjálfur sem að fer með þessi mál, finnst mér sérstakt. Mér langaði aðeins líka að tala heimahjúkrunina og ég tek undir bara með Gunnar að fá svör, verið að tala meiri samvinnu eða taka yfir þá þjónustu, og ef á að fara að taka þá þjónustu yfir, myndi ég vilja fá skýr svör frá HSN, hvort að þau séu í dag sátt við þær fjárheimildir sem þeirri þjónustu fylgja, því að ég bið okkur undan því að vera að taka við Svarta-Pétri enn eina ferðina. Ég ekkert endilega vissum að þau séu með þær fjárheimildir sem þarf til að sinna þessari þjónustu eins vel og þarf. Þannig að það þarf þá allan að berjast fyrir því að það fjármagn fylgi þeirri þjónustu. Mér langaði líka aðeins að spyrja Mýmax í hugbúnaðinn, og þá fyrstulega bara byrja því að hrósa hversu vel staða velferðartækni á þessu sviði, og bara hvað starfsmenn hafa verið duglegir að kynna sér nýja tækni og nýta það inn í starfsemina, því að það mikilvægt að það séu starfsmennir sjálfir að leiða þá vinnu, en ekki að það séu alltaf bara að koma skilaboð ofanfrá því þeir þurfa að nýta velferðartækni, heldur að áhuginn liggi þar inni, og ég sé að það greinilega Þannig mér langar aðeins að vita með Mýmaxi kerfið hvort að það sé ekki hægt að nýta þá svipaðan hátt og hugbúnaðinn Kara-Connect. Því nú erum við komið þá 2 hugbúnaði, eru þeir bara gjör ólíkir, ekki hægt að nota samtalsmeðferðir í þeim hugbúnaði. Þannig að bara áhugavert að vita það. Síðan langaði mig aðeins að spyrja út í verkefni sem að Heimir minntist ekki á, en ég veit að hefur verið tilraunaverkefni sem að heitir Þjónandi forysta. Og ég veit að það kom hér ráðgjafi til að vinna með stjórnendum hér á öldrunarheimilum Akureyrar, og mér langar bara að fá að heyra hvernig það verkefni hafi gengið, því að ég held að mínu, það sem ég þekki af þessar stjórnunar aðferð, þá tel ég hana henta okkur mjög vel og eigi mikinn samhljóð með þeim vinnubrögðum sem við höfum á öðru leyti eins og þjónandi leiðsögn. Þannig að mér langar bara að vita hvernig það tilraunaverkefni hefur tekist og hvort að ætlunin sé að halda því verkefni áfram og jafnvel yfirfæra yfir á önnur svið á næstunni. Já, síðan bara að lokum bara að hvetja starfsfólk áfram í varðandi velferðartæknina og nýsköpunina. Ég lagði áherslu á þetta færi inn í sóknaráætlun hjá Norðurlandi eystra þegar við vorum með umræðum hana á sínum tíma, og ég held að það sé mikil tækifæri fyrir þetta svæði í velferðartækni. Við erum með háskólann til dæmis við hliðina okkur, og ég veit að það eru aðilar þar innanborð sem hafa líka áhuga á þessum málum. Þannig að ég held að það væri spennandi fyrir þetta svæði að kannski verða bara leiðandi í þessu, og þannig að það verði horft til okkar bæði
með því hvað við erum að gera innan sveitafélagsins og vonandi að einkageirinn fari líka að blómstra á þessu sviði. Já, ég heldur bara að láta duga allan í bili. Það er bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir lokið máli sín. Ég ætla að bíða varaforsetum að taka við stjórnina og gefa mér orðið. Bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla líkt á aðrir að byrja á því að þakka bæjarfulltrúa Heimi fyrir gríðarlega fína yfirferð yfir sviðið. Þetta eru fjölbreytt og mikið af verkefnum sem að heyra undir sviðið og ég vil líka eins og aðrir hrósa og þakka starfsfólki sem hafa staðið sig alveg gríðarlega vel og sérstaklega á síðustu tímum og alveg með merkild að skuli ekki hafa komið upp fleiri vandamál og smitt og í þessari viðkvæmu þjónustu sem við erum að sinna. En þarna erum við náttúrulega með alveg svakalega fagmenn og reynslubolta þannig að það er dýrmætt fyrir okkur að hafa slíkt starfsfólk. Ég tek undir með hérna öðrum sem að segja sko að við erum að veita gríðarlega góð og mikla þjónustu á þessu sviði og það er fyrir okkur sem íbúa Akureyrarbæjar ofboðslega mikilvægt og dýrmætt að búa við þetta þá öryggi. Auðvitað getum við alltaf gert kannski betur en það er samt ofboðslega mikið hér gert og hérna vel svona hugað að þeim sem að þurfa á aðstoð að halda, held ég svona heilt yfir. Þó að við getum og séum alltaf að reyna að finna leiðir til þess að gera enn betur og finna jafnframt fjármagn til þess. Hérna því að það var nú minnst á aðgerðaáætlunina þá bara svo að það komið fram, við getum bara sett hana sérstaklega á dagskrá bæjarstjórna, ég held að það sé alveg bara vert umræðuefni eins og bæjarfulltrúi Sóli held ég kom inn á. En hún er undir fundagögnunum í dag og hún er heilmikið plagg og þar er auðvitað hægt að sjá að einhverju leyti hversu langt það er komið og miklar upplýsingar sem eru þar inn í því plaggi sko. En svo langar mér bara svona aðeins að fara yfir hérna nokkur verkefni. Það er svo þetta með húsnæði fyrst, sú hugmyndafræði er alveg frábær finnst mér og ég held að þarna séum við algjörlega á réttri leið með því að koma þaki yfir þessa einstaklinga og gera ekki kröfu vímuleysi eða eitthvað slíkt. Þetta bara, það hafa rannsóknir sýnt það og þegar við fengum kynningu á þessu, þú veist, það heillaði mann alveg upp úr skónum að þarna væri leiðin komin til þess að aðstoða þá sem að væri í þessum vandastattir. Og ég ætla að taka undir með hérna bæjarfulltrúa Evu sem var hérna áðan að tala velferðartæknina. Þetta svið hefur staðið sig alveg gríðarlega vel í að fylgjast með og innleiða allskyns og ekki öldrunarheimilin ekki síður og trappa þarna er komin inn sem er áhugavert verkefni og Memax í sömuleiðis. Hvað var það sameiningu sviðana þá hefur ég hérna vissulega held ég öll vilja sjá við okkur vera komið lengra í þeim málum en ég trúi því að það gangi á næstu mánuðum eða allavega, já, eigi ekki eftir svo langan tíma. Svo langar mig aðeins hérna, þú veist, við erum með ýmis úrræði eins og Bjarmahlíð, Aflið og fleiri og núna síðast er maður að heyra hugmyndir að koma á tilraun á kvennaathvarfi. Það sem að ríkið kemur að með styrk og svo tekur sveitafélagið hér og í raun verður kannski að biðja sveitafélagin hér í kring að vera með líka. Slík verkefni er öll óbóðslega auðvitað góð og þörf en það er svolítið það sem að ég vil kannski svona nefna að fjármagni er yfirleitt alltaf bara til eins árs, þetta er alltaf svona ótryggur rekstur og fyrir alveg óbóðslega mikill kraftur hjá öllu þessu fólki alltaf að ná fjármagninu þó að félagsmálaráðherra hafi nú staðið sig bara held ég frekar vel núna síðastliðinu og við gerðum lengri samningi til 2 og 3 ára. En þarna erum við alltaf í þessari sömu baráttu, annaðhvort er þetta nauðsynlegt og við erum sammála það, það er að segja ríki og sveitarfélög og þá eigum við þetta að gera samninga til lengri tíma þannig að starfsemin geti bara blómstrað og fólk þurfi ekki að eyða allir sinni orku í að afla peninga heldur að fara starfsorkan í starfið sjálft.
Aðeins hérna því að var minnst á fjölskylduhús, að við höfum náttúrulega ofta rætt þetta hérna inni og við höfum talað að þetta einhver kostnaður upp á 100 milljónir á ári, það er rekstrarkostnaðurinn og það þetta bara heilmikill peningur og það þarf að finna hann þá og þegar bæjarfulltrúi Gunnar minntist að það væri ekkert mál, við getum gert eitthvað slíkt, þá væri gott að heyra bara hvað tillögur hann hefur hvaðan við að taka fjármagnið. En ég held að við gætum samt sem áður kannski bara sett okkur betur inn í þá hugmynd. Ég held að það geti mögulega leynst þarna einhverjir svona vinklar þar sem við erum að spara á móti og við þurfum auðvitað að horfa á heildarpakkan og við kannski, ég ætla bara að tala fyrir sjálfum mig, ég kannski ger mig ekki alveg grein fyrir því hversu mikið getur sparast annar staðar í kerfinu. Þannig að oft, eða ekki oft, en stundum lendum við kannski í því að ég spara aurin og kasta krónni. En vonandi ekki þess tilfelli, ég bara segi að ég tilbúin í frekari skoðun á því verkefni því að þetta virðist alltaf dúkka upp aftur og við höfum ekki ljáð málsáði vegna kostnaðar að við höfum bara ekki séð færi á því að taka skarið. En ég ætla svo sem ekkert, ég var ekki með neina sérstakar spurningar held ég til formannsins en bara þetta yfirgrips mikil starfsemi og við alltaf þegar þær stöllur mæta inn á fundi hjá okkur þá verður maður ekki bara, maður fyllist aðdáun og verður bara pínu hissa á hversu mikið við erum að gera. Þannig að ég vil bara enn aftur þakka fyrir góða yfirferð og já, takk. Bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir hefur lokið máli sínu og færi inn aftur stjórn fundarins. Takk fyrir það, orðið laust. Næst tekur til máls bæjarstjóri Ásthildur Sturludóttir. Forseti, ágæti bæjarfulltrúar, ég vil þakka Heimi fyrir góða yfirferð og það honum líkt. Þetta eru stór og yfirgripsmikil svið þar sem mikið að vera og alltaf eitthvað nýtt í gangi. Mér langaði aðeins til að segja ykkur frá því að ég átti fund með Sambandi íslenskra sveitarfélaga í morgun varðandi öldrunarheimili og þar var rætt eða semst voru fulltrúar þeirra sveitarfélaga sem eru með rekstur öldrunarheimila og niðurstaða fundur hans var svo að sveitarfélögin ætluðust að sameinast í þeirri vinnu að skila öldrunarheimilunum, öll sem eitt sem eru með rekstur á öldrunarheimilum, því að fyrir utan Reykjavíkurborg, allt svo þau sveitarfélög sem eru með lausa samninga og geta sagt upp samningu sínum við ríkið ætla að gera það. Nú þegar hafa Mosfellsbæingar gert það og Vestmannaeyingar ætla að fylgja í kjölfarið og svo kolli og mér skilst að á Höfn í Hornafirði ætla að gera það líka. Því að sveitarfélögin eru öll í sömu stöðu og við með taprekstur á öldrunarheimilunum og treysta sér ekki lengur til þess að reka þau. Sömuleiðis var rætt þau skilyrði sem ríkið að setja í nýjum samningum varðandi uppbyggingu öldrunarheimila allt í kringum landið. Það sem við ræddum á síðasta bæjarráðsfundi varðar að sveitarfélagið tryggi rekstur öldrunarheimilana eða geti framselt það til þriðja aðila og þetta eitthvað sem sveitarfélagin ekki tilbúin að gangast í ábyrgð við. Þannig að við erum ekki ein á báti og ég held að á þessum fundi í morgun sem má nú segja við höfum ákveðnu leyti átt frumkvæði að, hafi náðst góð samstaða hjá sveitarfélögunum það að fara í þessa vinnu saman vegna þess að við getum ýmislegt saman en það erfiðara að við séum hvert og eitt að þramma niður í ráðuneyti og þrasa við embættismenn og ráðherra. Ég held að svona drastískar aðgerðir skili miklu meira heldur en það að við séum hvert og eitt að senda ályktanir eða bókanir. Þannig að sveitarfélögin eru ekki tilbúin til þess að standa í þessum ábyrgð lengur og láta skatttekjur sína renna í ólögbundna þjónustu. Það er bæjarstjóri lokið máli sinni, næst til máls bæjarfulltrúi Heimir Haraldsson.
Ég segi bara ágætu bæjarfulltrúar, takk fyrir þessar umræður og spurningar og ég ætla að leitast við að svara þeim og ég man ekki hver bar spurninguna fram þá bara fyrst ég forláts fyrirfram. Bæjarfulltrúi Gunnar talar styrkveitingarnar og það bara ótrúlega góð ábending vegna þess að við í velferðarráði höfum verið í erfiðleikum með að ná utanum þær líka. Bæði að hugsa hvernig og hvað við eigum að styrkja. Sumir styrkir eru ekki á okkar forræði þó þeir séu teknir út af okkar reikningi, má segja sem svo. Þannig að fyrirhugað að skoða breytingar og reglum. Og marka okkur bara stefnu hvernig við eigum að leysa þetta mála því þetta þetta er bara þróast á þann veg að á að auglýsa 2 svar á ári og eigum við að gera það, eigum við að auglýsa þetta í sérstökum verkefnum og að því þú nefnir Ungfrú Ragnheiði að það er eitthvað sem við sáum ekki fært að styrkja. Og kannski bara tala almennt styrkin, ekkert sérstaklega Ungfrú Ragnheiði þó að hún kannski dansi á þessari línu að vera heilbrigðisþjónusta og annað og eigum við að bera ábyrgð á því eða ríkið. En það hafa verið að berast til okkur samningar óskum samning til lengri tíma. Og það finnst okkur bara erfitt að því við höfum ekki þá fjármuni til að gera slíka samninga. Þannig að mín kannski von og að við einföldum kerfið og förum meira að einbeita okkur að svona einskiptis aðgerðum sem hægt að styrkja að því að hitt bara flóknara að binda peninga sem við vitum ekki hvort við höfum til lengri tíma. Þannig að bara mjög góð ábending og við ætlum að skoða þessar reglur. Fjölskylduhúsið að þið spurjuð það í aðgerðaráætlun sviðsins einungis kveðið á að kanna rekstrarkostnaðinn á þessu og það er alveg rétt sem hefur komið fram að hann á bilinu 90 til 100 milljónir. Þetta er þá hugsað sem hús sem myndu mögulega 7 starfsmenn starfa við. Það er eitt svona hús á Íslandi og það er staðsett í Reykjavík. Mögulega gætu við bara að því að við erum ekki að sömu stærð og Reykjavík að við erum með einhvern vísi og auðvitað erum við að veita þjónustu fyrir börn með öðrum hætti og stundum kvikna hugmyndir þegar að mikil neyð ríkir og við leysum málin sjálfkrafa og það er dæmi það mögulega á sviðinu núna. Þannig að en ég ætla ekki að tala gegn fjölskylduhúsi en rekstrarkostnaðurinn er mikill og þann pening bara þurfum við þá að finna ef við viljum setja þetta á dagskrá en í aðgerðaráætluninni er bara talað um að finna kostnaðinn. Svo í aðgerðaráætluninni og kannski að því að aðgerðaráætlunin nefnd að þið viljið tala hana að í október þegar við samþykktum hana þá var þetta umræða aðeins hana og ég ætla ekki að standa í vegi fyrir því að hún verið tekin aftur upp ef þið viljið. Þannig að en við ræddum hana svo sem að mig minnir í október og þá var þessu meðal annars hrósað fyrir hversu vel uppsett hún og til fyrirmyndar fyrir önnur svið að gera slíkt hið sama. Í henni kemur fram þetta samtal heimahjúkrunina og þar stendur bara að Akureyrarbær taki hana yfir en aðgerðaráætlun mannanna verk svo ég kannski tali aðeins gegn sjálfum mér að það þarf auðvitað að skoða hvort að það sé það sem skynsamlegt fyrir okkur. Auðvitað hugsunin með samleiðinni að hafa notendana að leiðarljósi. Fyrirmynd að þessu starfi er til í Reykjavík. Þannig að en ég bara með alla fyrirvara á því hvernig við höfum þessu og bæjarfulltrúi Eva nefndi bara HSN í þessu samhengi en sem komið hefur þetta frekar verið einhliða að við erum að skoða þetta en samtali hefur ekki verið tekið upp. Góða vangaveltur hjá Gunnari og ykkur bæjarfulltrúum öðrum alþjóðastofu. Varðandi
barnaverndina og kynningu á henni í grunnskólanum sem bæjarfulltrúi Eva spurðum að það verður farið á stað með það í haust. Varðandi eins og tilkynningarnappinn, hann hvarf af heimasíðunni daginn og þurfti að skoða það betur en hann kominu aftur. En þetta mjög jákvæð vinna af hálfu barnaverndarinnar og í þessu samhengi myndi ég bara á að við erum með börn líka í framhaldsskólanum og ég vona að við náum að sinna þeim líka í þessari kynningu. Trappan viðtalsaðferð er gagnrýnd aðferð og hún markviss og hún hugsuð fyrir börn sem hafa orðið fyrir heimilisofbeldi. Þannig að hún að virka vel. Það var spurt bæjarfulltrúi Eva spurði þjónandi forystu og á öldrunarheimilum Akureyrar. Hún gekk vel og það sem meira að hún tónar vel við Eden stefnuna. Hins vegar var sett hún var sett á hold þegar að COVID-19 kom yfir okkur en hugmyndin var að skoða þetta sem svona pilotverkefni fyrir önnur svið. Bæjarfulltrúi Eva spurði Memaxi versus Cara Connect. Þarna erum við bara að tala epli og appelsínur. Memaxi samskipta og skipulags svona app sem auðveldar aðstoða umönnun og bætir samskipti og rýfur einangrun og brúar bili milli þeirra sem njóta aðstoðar og fjölskyldna og þjónustuveitenda. Cara svona viðtalshugbúnaður sem sálfræðingar og aðrir geta nýtt á öruggan hátt. Varðandi gráu svæðin sem bæjarfulltrúi Gunnar nefndi að þar eru við líka að sjá það að stundum sleppir ríkið höndum af ákveðnum málum sem þá lenda á sveitarfélaginu og það bara hvimleitt og vonandi þurfum við ekki að horfa upp á mörg þannig tilvik ef ég hef skilið hann rétt. Svo voru spurningar upplýsingar til starfsmanna og það get ég bara ég held að við getum aldrei upplýst of mikið og ég tek það þá bara á mig og stundum þegar maður vinnur svona þétt saman bæði með starfsmönnum sviða og ykkur bæjarfulltrúum þá heldur maður að maður sé búin að koma öllum upplýsingum til skila og að því þú nefndir sameiningu sviðana þá hefur starf þar verið unnið í nokkra mánuði, auðvitað hefði það mögulega mátt ganga hraðar en ég held að við getum bara alltaf lært af því að upplýsing til starfsmanna bara mikilvæg og við verðum bara alltaf að vera á tánum með það. Varðandi biðlista og félagslegt húsnæði að við erum auðvitað að taka nýjan þjónustukjarna í gagnið í sumar, annar á teikniborðinu fyrir 2023. Þetta eru rúmlega 700 milljónir í framkvæmdar áætluninni sem fara í félagslegt húsnæði. Auðvitað höfum við pínlítið verið að leggja áherslu á úrræði fyrir sértæka hópa og ég fagnaði alveg gríðarlega að lítil einbýli séu að við séum að ná þeim í gegn og ég raun og veru skil ekki að hverju ég skil alveg að hverju okkur gekk það svo illa að þar bara styðjandi samfélag á pínulítið langt í land bara svona almennt þó að ég sé ekki að taka verkefni styðjandi samfélag varðandi heilabilun og ég tek undir með Hildu Jönu að við eigum auðvitað að vera styðjandi samfélag bara generalt og biðlisti eftir íbúðum ég nefndi 4 ár og þetta auðvitað flókið að fjalla þetta en sko flestir sem hafa beðið eftir íbúð hafa fengið úthlutun. Þeir sem hafa beðið lengst eru að bíða eftir sértæku húsnæði fyrir fatlað fólk og þar einn á biðlista, einhverjir hafna þegar þeir fá. Þannig að þetta bara mjög flókið en auðvitað þeir sem hafa beðið lengst hafa beðið í þennan tíma.
Svo má nefna það að hérna Akureyrarbær útbjó 2 hentugar 2 herbergja íbúðir í 603 í Keilusíðu. Brynja leigufélag hefur verið duglegt að fjárfesta en þeir keyptu 5 íbúðir á árinu 2018 og hafa keypt 2 á þessu ári. En hérna bærinn hefur veitt stofnframlög til 8 2 herbergja íbúða til þeirra að auki. Við fáum svo 2 2 herbergja íbúðir og 1 stúdíóíbúð til úthlutana gegnum leigufélag Bjarg og verður vonandi auglýst í kringum næstu áramót. Þannig að hérna, svo höfum við verið að kaupa sértækt húsnæði eins og þið eru vonandi meðvituð og svo er verkefni Bjargs leigufélags í Guðmannshaga þar sem Akureyrarbær veitti stofnframlag til að koma á 12 nýjum íbúðum en þær eru 3 herbergja, 4 herbergja og 5 herbergja. Þannig að hérna, við erum auðvitað að reyna að gera okkur besta í þessum efnum og hérna. Já, ég held ég hafi svarað í flestu sem ég náði að skrifa niður. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Heimir Haraldsson lokið málsins orðið er laust. Fleira ekki hvað sé hljóðs, þá segi ég umræðu þennan lið lokið